Komið sæl, ég heiti Katrín Júlíusdóttir og önnur bókin í seríunni hana Sigurdísi sem ung lögreglukona var að koma út og hún heitir Þegar hún hló. Fyrsta bókin mín hét Sigur og ég afar þakklát fyrir þær viðtökur og ákvað að halda áfram að vinna með hana Sigurdísi lögreglukonu. Nema hún ennþá að fást við svona erfiða baksögu í sínu persónulega lífi. En hún líka að rannsaka morð á umdeildri fjölmiðlakonu, Olgu Einars. Hún kemur frá Húsavík, hún Olga, og þannig að bókin leiðir hana Sigurdísi til Húsavíkur. Hún leiðir hana líka bara á milli fólk sem hefur margar sögur að segja af Olgu. Þannig að það mikið af svona sögum í sögunni. En á endanum þá hún auðvitað að skræla utan af því hvað gerðist og hver það var sem á endanum sem að myrta hana. Olga flókin týpa, þannig að ég vona bara að þið njótið þess að fara í gegnum hennar sögu og líka sögu Sigurdísar og fólksins í kringum hana. En mig langar að lesa fyrir ykkur fyrsta kaflan til að gefa ykkur smá bragð af bókinni. Þunn snjóföl lá yfir götunni eins og hvít silkislæða sem lýsti upp með vetramyrkvann. Það var grafarþögn og enginn á ferli, alveg eins og hún vildi hafa það. Hún dró djúpt að sér fest vetrarloftið þegar hún steig út úr bílnum. Kuldaslæða liðaðist úr munninum þegar hún andaði frá sér. Hún leit yfir götuna. Enginn. Gatan var eins og ljósmynd í vetrarstillunni. Hún fann fyrir pirringi þegar hún sá hjólförinn eftir bílinn. Fannst þau eyðileggja annars fullkomna mynd. Fullkomið andartak næst ekki með því að horfa bara á smáatriðin, slakaði á og horfði á stóru myndina. Muldraði hún glottandi með sér og hugsaði til sporavinnunnar sem hún hafði verið í undanfarið ár. Hún dró andann djúpt og leit til himins. Tunglið var hálffullt og henni fannst móta fyrir andliti í landslagi þess. Vinalegu andliti með svipbrigðum sem sögðu henni hugreistandi að allt myndi fara vel. Hún brosti á móti áður hún sneri sig við og horfði á fallegt húsi sem var töfrandi á þessum árstíma. Dauf birtan yfir gulum útidyrunum var eins og punkturinn yfir ið. Gamlir draugar fengju ekki að búa með henni hér. Hún sló inn kóðan á útidyrunum og beið eftir að heyra lágværan smellinn áður hún gat opnað og gengið inn. Hún kveikti á veggljósunum í andirinu og það fór hana hrollur. Eitthvað var ekki eins og átt að vera. Mottan undir stiganum var örlítið skökk og franska rennihurðin inn í borðstofuna var hálf opin. Hún þoldi ekki hálfopnar dyr, skakkar mottur og myndir. Hafði hún verið svona utan við sig þegar hún fór út? Vissulega var hún sein fyrir en frágangur var forritaður í líkamsminni hennar og hún gekk alltaf frá án umhugsunar áður en hún yfirgaf húsið. Hún lokaði augunum og dró andann djúpt að sér, inn nefið og blés einbeitt út í gegnum munnin leið og hún opnaði augun. Rétti mottuna af í snatri áður en hún hengdi upp kápuna og gekk frá blautum skónum undir ofninum. Hún tengdi tónlistarappið við hátalarkerfið í húsinu og kveikti á syrpu með Astrud Gilberto og Stan Getz. Rökkrið hafði góð áhrif á hana og hún róaðist. Hún leið húsið undir ljúfum tónunum og kveikti á nokkrum lömpum áður en hún gekk að stiganum upp á aðra hæðina. Blóðið fraus í æðum hennar þegar hún steig í fyrstu tröppuna og fann fyrir köldum rakanum í gegnum nælonsokkana. Hún kom við dúnmjúkt drapplita teppið með hendinni og fann rakan blettinn sem hún hafði stigið á. Hún þreifaði á næstu þrepum fyrir ofan. Rakir blettirnir stungust eins og títuprjónar í lófa hennar þegar hún snerti þá. Hún kippti höndunum að sér og gekk hratt að ljósrófanum og kveikti björt loftljósin. Þá sá hún fótsporin upp í miðjan stigann. Þar hurfu þau líkt og eigandi þeirra hefði gufað upp í 8. þrepi. Hikandi gekk hún af stað upp langan stigann, 1 þrep í einu. Tók ekki augun af myrkviðum stigapallinum á leið sinni upp. Í hátalarkerfinu ómaði angurvar söngur Gilberto. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us.
Þakka ykkur fyrir, ég heiti Katrín Júlíusdóttir og bókin mín heitir Þegar hún hló.